Bjarki, slæmt tap hérna á móti Þór Þorlákshöfn. Nú eru þið dottnir út. Hvernig er tilfinningin eftir þennan leik? Bara aðalega sár, bara leiðilegt að geta ekki gefið allavega aðdáendunum góðan leik hérna, einn kveðjuleik í lokin og þetta var bara svona eins og maður segir one of those days sko, sem bara ekkert voru ofan í og Þór Þorláksson voru bara stórkostlegir í kvöld og við höfum bara engin svör. Þið megið alveg vera að ganga stoltir frá þessu tímabili, er það ekki? Þrátt fyrir framistöðuna í dag kannski? Jú, kannski svona þegar fram líður þá verðum maður stoltur en hérna við tókum bara það á æðruleysis ákvörðun að fara bara hvern leik til þess að reyna að vinna hann og að skila okkur inn í úrslitakeppnina og hérna tveimur frábærum heimaleikjum hérna í úrslitakeppninni en hérna, ég segi það gekk ekki betur en þetta að við fluttum út hér í áttalega úrslitum en auðvitað langaði okkur að fara lengra. Við vorum með marga góða útlendinga hérna í liðinu. Þá kannski sérstaklega þetta nefna Ívan og Dídrik. Býstu við að þeir vera áfram? Við munum að sjálfsög ræða við á framhaldið og við erum voðalega ánægðir með þeirra framlag í vetur og hérna ég líka bara minnast að leikmenn eins og Gí og Sördan og Andrius, þetta eru frábæri liðsfélagar og það þarf rosalega marga til þess að búa til gott lið og það er ekki bara erlendu leikmennin, heldur íslensku leikmennin minni. Við urðum auðvitað fyrir miklu áfalli í vetur þegar við missum Júlíus Orra út. Hann átti auðvitað að vera svona hornsteinn í okkar liði og kjölfestan og þetta er frábært að sjá hann hérna koma inn svona á annarri löppinni í lokin en já, við munum ræða við alla útlendingana mögulega áframhald. Og náttúrulega margir uppaldir ungir í hópnum og meðal annars Kolbeinn sem byrjaði inn í dag og þannig já, það eru mjög margir efnilegir og spennandi leikmenn í hópnum. Algjörlega og hérna við erum örugglega með eitt af yngri liðunum á landinu. Elstur er Skagfirðingurinn Hlynur Freyr Einarsson sem er fæddur 97 og aðrir er eiginlega bara 2001 og yngri. Og Kolbeinn er út af þessum sterka 2001 árgang ásamt fleiri sterkum leikmönnum hjá okkur eins og Smára Jónssoni og fleirum. Ragnar Ágústssyni. Það er bara spennandi tíma á framöndan. Já, það er spennandi og við erum bara ekkert að gefast neitt upp og þetta er bara samna liði og við verðum að mæta með samkeppnishæft liði í úrvalsdeildinni næsta ári. Takk fyrir.